Gott kvöld og gleðilegt ár. Ég heiti Guðrún Bergmann og þetta þátturinn Unga á öllum aldri. Í þessum þætti kem ég til með að fjalla allt það sem snertir í raun líf okkar og það á hvaða hátt við getum verið ung eins lengi og okkur langar til. Nú upp af árs og þá skiptir miklu máli allavega mínu mati að setja sér markmið og þess vegna hef ég fengið til mín gest, Rúna Magnúsdóttir, vertu velkomin Rúna. Takk. Og við ætlum að ræða markmið. Já. Og hversu mikilvægt það að setja sér markmið? Hversu mikilvægt telur það sé að setja sér markmið og á hvað hátt tengist það starfinu? Markmiðasetning náttúrulega auðvitað gríðarlega mikilvæg. Ég held að við vitum það nú flest að það mikilvægt að vita hvað við viljum. Og það kannski punkturinn það sem okkur finnst erfiðast. Að vita hvað við viljum, já þú meinar það. Að vita hvað við viljum. Já, það erfiðast. Það nefnilega, þegar maður er að vinna og þú spyrir hvað geri ég starfa sem stjórnenda markþjálfi og alþjóðlega vottaður sem slík. Og það nefnilega málið, að vinna með fólki að því að finna hvað það sem það vill. Þú meina að hjálpa því að draga fram það sem það langar til að gera. Já. Draga fram í raun og veru drauminn. Draga fram það sem þeim langar til að hafa meira af í lífinu. Já. Og setja fókusinn á þann hluta sem að gefur þeim kraftinn, gefur þeim gleðina. Við erum öll að leitast eftir hamingju, það ekki? Jú, að vera ung á öllum aldri eða hvað við köllum það. Já. Og það í raun og veru vinnan. Dálítið mikið að finna þetta. Því að þegar við vitum þetta, þá nefnilega gerist dálítið svona innra með okkur. Þá svona einhver eldur sem að kveiknar í hérna, sem spennandi. Við sjáum þetta yfirleitt fyrir okkur, það eitthvað sem þarna sem við hugsaum með okkur, já, vá, hvað væri gaman ef ég kæmist þangað og þá hægt að fara að taka þessa sýn í bita og búa okkur til markmið. En sýnin þá ekki dálítið mikilvægt, þar sem við sjáum fyrir okkur í höfðinu hvað það sem okkur langar til, byrjar ekki myndunin á því öllu þar? Það nákvæmlega þannig sem það byrjar, þetta svona hálfgert frækorn. Já. Og þegar við hugsum allt sem hefur verið gert í heiminum og bara við sittum inn í þessu hérna litla svæði hér, að allt sem verður til þess að þessi útsetning getur orðið að veruleika var einhver tíma bara hugmynd. Já. Þannig að það að þegar maður hugsar út frá þessum forsendum og hversu margir hafa nú einhver tíma sagt á þeim tíma sjónvarp, hvað það? Eða ég geti verið að hlusta á og horfa á einhvern í mynd, það ekkert rosalega mörg ár þanniglega séð. Eða gegnum tölvur. Já, akkurat allt þetta. Að það bara verið, þú ert idiot. Hvað ætla margir hafa heyrt þetta? En þeir fóru samt sem áður áfram og létu þennan veruleika, þessa sýn sem þeir sáu, verða veruleika. En nú erum við upp af árs og þú veist, mér finnst alltaf svona þegar nýtt ár að byrja, þú veist, mér er alltaf svo mikilvægt að setjast niður og fókusa þess á hvernig vil ég hafa þetta ár og ég man sérstaklega eftir því að þegar við vorum á hellnum hérna í gamla daga áttum ekki neina peninga við vorum með stórar hugmyndir að einn nýjástað þá settust við niður og við skrifum niður 23 hluti sem við vildum láta verða veruleika og svo lásum við aftur blaðið árið seinna og við höfum samt ekkert endilega verið með það uppi við allt það skilur við 21 af þessum 23 hlutum var orðin að raunveruleika svo hversu mikilvægt telur að það sé fyrir fólk að skrifa niður markmiðin sín. Það bara eiginlega það eða þú getur nærrið því gleymdi. Já, það virkilega svo mikill mismunur? Já, mér finnst að vera það mikill mismunur það. Vegna þess að leið líka, hvað gerist þegar við skrifum niður? Ég held við byrjum að leita eftir að láta Akkurat, og það fyrir líka eftir því hvernig við skrifum það niður. Já. Vegna þess að þegar við sjáum þessa sýn sem við erum að tala og þetta sem okkur langar til að gera, við viljum hafa meira af í lífinu. Já. Og að koma þessari hugsun í orð og setja það niður á pappír og setja það niður þannig að eiginlega okkur finnst við séum að upplifa það á þessari stundu. Já. Það gerir gæfuminni. Til dæmis eins og þá að setja það niður í fyrstu persónu í nútíð eins og það sé þegar búið að gerast eða eitthvað þess þar. Segjum til dæmis út að horfa nú erum við nýtt ára hefjast og við horfum fram í tíman og við horfum á 2013. Hvernig getur nú 2013 orðið mitt yndislegasta, mest gefandi ár sem ég nokkuð tíman upplifað. Við förum alveg í þessa hugmynd. Og við setjum aðeins niður og hugsaði hvað gaman að gera með fjölskyldur, með krökkana, þess vegna eitthvað. Og við setjum og hugsaum, ímyndum okkur, nú áramótin 2013-2014.
Ímyndum. Já, meina horfa alveg heilt ár fram í tíma. Horfum alveg heilt ár, ok, ímyndum okkur, nú erum við bara að fara og með kampavínsflöskuna eða flugeldana eða hvað það er. Ímyndum okkur að árið að ljúka og hvað það sem okkur fyndist þá? Alveg einstaklega skemmtilegt að hugsa til. Þetta var árið sem ég gerði og þá koma eyðurnar. Já, það sem við viljum virkilega fá fram, já. Og hugsa þetta út frá þessu og það sem ég segi fólk, leyfið ykkur að dreyma. Já. Það byrjar einhvers staðar. Já, það byrjar allt einhvers staðar á draumum. Og helst þegar ég að vinna með fólki, þá líður mér best þegar ég sé bara eiginlega kjána hrollin hrísla stund viðkomandi, því að þá veit ég að það eitthvað sem að gerast. Já. Og þetta nefnilega, þetta bundið raun og verið bara okkar, þetta svona ákveðin taugaboð og annað sem gerast hjá okkur, sem gerir það verkum, við verðum hérna. Spennt og tilbúin til þess að leggja eitthvað okkur. Já, alveg. En á hvaða sviðum lífsins þurfum við helst að setja okkur markmið? Mér finnst það þurfa að setja okkur á sem flestu sviðum. Já. Og þrátt fyrir að ég til dæmis starfa með stjórnendum og frumkvölum við að ná meiri árangri í lífi og starfi, og segi í lífi og starfi. Já, það persónulega líka. Vegna þess að það einfaldlega þannig sem stjórnendamarkþjálfi, þá maður að hjálpa einstaklingnum við að raun og veru ná þessari sýn og maður að hjálpa honum að yfirstíga þær hindranir sem að óneitanlega alltaf á leiðinni. Já. Og hindranir bæði í okkar persónulífi sem okkar vinnulífi. Og þar leiðandi finnst mér þetta eitt pakki, við erum eitt pakki. Já. Heilsan okkar til dæmis, og það svo oft svo þægilegt að tala heilsuna þegar við tölum markmið, af því það alltaf svo þægilegt að tala kíló. Já. Og eða prósentvís í fitu eða hvað það sem við teljum okkur vera þetta mælanlega. Já. Því að það punktur líka, það að finna þennan mælanlegan punkt í markmiðunum okkar. Já. Því að þetta svolítið erfitt að segja já, á þessu nýja ári ætla ég að vera betri við mömmu. Hvað þýðir það? Ekki neitt sérstakt. Hvað fær mamma á þessu ári? Já. Þegar ég ætla bara að vera betri við hana mömmu. Já. En þegar við komum, ég ætla að hringja sérstaklega hana á einhverjum ákveðnum tíma á viku eða eiga samskipti við hana eða ég ætla að bjóða henni í kaffihús allavega einu svona mánuði eða hvað ætla ég að gera? Þannig að samskipti við með mömmu verði betri og innilegri og það auðvitað hefur líka áhrif á heilsuna mína, þess að andlegu. Þannig í raun kannski þarf að ákveða, ok, ég ætla að vera betri með mömmu, en hvernig ætla ég að gera, svo þá þarf ég að fara að lista niður það sem ég ætla að gera. Og eins og í sambandi við heilsuna, þú veist, ok, ég ætla að grænast eða ég ætla að fara í ræktin eitthvað, þá þarf að ákveða hverju þarf að breyta í mataræðinu og hversu oft þú þarf að fara í ræktina og tíma setja það og allt saman. Já. Og þetta ákveður þennan punkt og þá líka bara þess að taka þetta í skrefum. Okkur hættir oft til að alltaf þá bara taka allan fílinn og það bara, þú getur ímyndað við ætlum að reyna að koma honum niður í einu bita. Það gengur ekki. Nei, það ekki ágætt að setja sér svona þar sem maður getur kallað skammtíma og langtíma markmið? Jú. Þannig að skammtíma markmiðin eru kannski þar sem þú horfa 1 eða 2 mánuði, þar sem þú ætlar að gera á þessum 1 eða 2 mánuði og svo í rauninni langtíma markmið þangað sem stefnir að vera áramótin 2013-14. Þetta nefnilega dálítið góð spurning því að bæði langtíma og skammtíma markmið eru nefnilega mjög mismunandi tímasetning í huga okkar. Já. Þannig að skammtíma markmið fyrir einn gæti verið árið. Já. Meðan að langtíma markmið getur verið fyrir annan verið árið. Já, ég skil. Og skilurðu. Já. Þannig að við þurfum fyrst að finna hvað langtíma markmiðið mitt. Já. Og horfa þá, það árið, það 5 eða 10 ár? Ég skil. Og það nefnilega svo skemmtilegt ef við förum að vinna í langtíma, hvað var það kannski 10 ár? Já. Þegar við förum að fara þangað og förum að skoða og fara tilbaka ef við viljum vera hérna eftir 10 ár, hvað vil ég þá vera eftir 5 ár, eftir 2 ár og það fram til göttunum. Þá sjáum við að 10 ára markmiðið eða síminin, hún svo spennandi, ég vil eiginlega helst hafa hana bara 2 árum liðnum eða eitthvað álíka. Já, þú meinar það breytist kannski tímasetning hjá fólki við það, að horfa á það. Og þegar þú hefur síðan nýtir þér alla þá flóru af hlutum sem hægt að gera til þess að hjálpa þér hjálpa þér á leiðinni. Já. Við halda þessu markmiðum af því að það nú ein ástæðan fyrir að mörg okkar bara við gefumst upp á leiðinni það enginn sem svona
hjálpa okkur. Já, það mér það sem ég langaði til þetta. Hvernig hægt að hjálpa fólki að ná markmiðunum, af því það eru oft svo margir, í líkisum stundum við brú sem fara út sko á rétt miðja brúna, gefast þá upp og fara þá aftur tilbaka. Já. Þú veist, alla leið, þannig þeir eru koni kannski á verri stað. Í stæðan fyrir bara stoppa augnablik hér og halda áfram. Er það möguleiki að kenna fólki svoleiðis? Það er náttúrulega þetta við sem eru markþjálfar sérhæfum okkur í þessu að hjálpa fólki við akkurat þetta, en svo eru til aðra leiðir og ein leiðin er til dæmis að vera í mastermind hóp og mastermind hópur sem ég nú verið að setja upp fjöldan af þeim sem hópum út um allan heim, ég get sagt að þar er bara fólk sem kemur saman á reglulegu millibili bara til þess að í raun og veru svona halda sjálfum sér á möttunni og það að rapporta á leiðinni, það er að segja hinum hvað hefur mér tekist að gera, hvað náði ég að gera, hvað ætla ég að setja fyrir mér næstu viku eða halva mánuð eða hversu oft við komandir að hittast og það er hópur sem þú fær líka tækifæri til þess að koma með hugmyndir eða fá svona innsýn frá öðrum hugum sem eru með. En nú skulum við segja sko, það er ekki allir sem að ákveða ráða sér markþjálfa eða verið í mastermind hóp. Hvað geta þá hini gert? Hvað er besta leiðin fyrir hini? Það er í raun og veru að búa til einn lítinn vana. Já, því að við erum bara vanið, ekki? Jú, mjög mikið. Eiginlega alveg, jú. Við erum eiginlega bara vanið, akkurat. Þannig að það er að hætta vananum að gera ekki neitt. Já. Og snúa honum yfir í að skoða þetta bara í skrefum. Og raun og veru taka bara einn dag í einu. Já. Eins og allt annað. Þetta er ekkert annað. Nei. Og við ætlum að taka smá auglýsingar hér núna, sem passar akkurat, og svo komum við eftir þetta auglýsingar. Allt í steik byrjar í Perlunni 2. janúar. Gjafabréfin okkar eru góð gjöf við öll tækifæri, 4 rétta veisla, aðeins 6.850 krónur. Perlan. Kramsi umbóðsala Ármúla 44, mikið úrval af nýjum og notuðum vörum, húsgögnum, raftækjum, gjafavörum, úr- og skartgripum, opið virkadaga 12-19, laugadaga 12-18. Hendum ekki verðmætum. Tekið við umslögum og frímerkjum á pósthúsum land allt. Kristniboðssambandið og pósturinn. Spínat í bústdrykkina. Hafðu það gott. Hafðu það hollt og gott. Nýtt og ferskt á nýju ári frá Texasborgurum, Bombay-borgari með salat eða frönskum, tandúri marineraður kjúklingaborgari með speltbrauði og mango chutney, aðeins 590 kaloríur, aðeins 1290 krónur, Texasborgarar. Brautarholtsvöllur, einn af 5 skemmtilegustu sem Þórður Rafn Gissurarson, atvinnumaður á EPD-bóndaröðinni, hefur spilað. Nýir félagar velkomnir, gbr.is. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Er allt fullt af lífi í tannburstanum þínum? Tannfræðingar mæla með því að þú skiptir tannbursta á 3 mánaða fresti. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þið eruð að horfa á þáttinn Unga á öllum aldri og ég heiti Guðrún Bergmann og hérna hjá mér er hún Rúna Magnúsdóttir og við erum að ræða markmið og það er eitt sem ég langar svolítið til að spyrja og ég er forvitin virkilega og það er munur á markmiðum karla og kvenna til dæmis sem þú ert að vinna með og þá er ég svolítið að hugsa svona stærðina. Skipti stærði máli. Já. Í mörgu. Já, sko, það er svona já og nei. Það er að segja, mér finnst að oftar, hvað varðar, sko, að þetta
stærðina á markmiðinu. Þá er ég að tala um, þá ertu væntanlega að tala um að ætla sér stóra hluti. Já, hversu stór drauminn og hversu stórar þora konur í rauninni að vera, vegna þess að karlmenn hafa hingað til verið kannski í þessu hlutverki að fá að vera stóru veiðmennir sem að setja sér rosa stór markmið og konur hafa verið svolítið svona meira tilbaka og oft verið hræddari. Þannig ég er eiginlega bara að hugsa út frá því, erum við hræddari konur að setja okkur risastór markmið? Við setjum forgang á annan veg sko, og það kannski hefur áhrif á þessa stóru sýn. Hitt er annar mála, ég kannski hefur líka verið bara svo heppin eða að vinna með rosalega skemmtilegum og stórhuga konum. En mér finnst svona yfir, sko, og þessar konur sem ég hef verið að vinna með hafa verið að setja sig stór og mikil markmið og eru að ná þeim. Já, frábært. Og þannig að í sjálfum sér þetta er spurningin, þetta hefur ofsalega mikið að gera með trúi ég á mig. Það skiptir alltaf engum máli hvort þú ert karl eða kona, það er alltaf sama spurning. Það er alltaf það sama og trúi ég að þetta sem mér langar til að gera, sem að ég geti gert það. Og þarna kemur nefnilega einn punktur sem ég held að við konunar getum nefnilega aðeins tekið til okkar. Þegar málið er að þetta er ekki, við þurfum ekki að gera alla hluti sjálfar. Þegar við sáum stóru sýnina, og þarna kannski skilur dálítið á milli kynjanna, finnst mér ofta tíðum, er að karlmennirnir, þeir eiga svona til að hugsa, ég þekki að Nonna þarna sem kemur til að hjálpa mér í þessu, ég þekki Sigga þarna sem er góður í þessu og búa sér þannig til teymið, til þess að láta drauminn verða að veruleika. En konun er alltaf meira að gera það á eigin spýtu. Já, og þarna eigum við, þetta bara verður við eiginlega bara hver og ein okkar að fara aðeins að horfa í okkar í eigin barm og hugsa hvað í raun og veru langar mig til þess að skilja eftir mig þegar ég fer að þessu jarðríki. Við þurfum eiginlega að hugsa þannig. Já, við þurfum að hugsa þess að arleið okkar. Hvers konar fyrirmynd vil ég vera fyrir dætur mínar, fyrir syni mína og raun og veru fyrir þá sem í kringum mig. Og þetta, ég held þau förum að hugsa þessa hluti út frá þessu vinkli þá förum við að átta okkur á því að það bara, ég get gert þetta með öðrum máta og ég þarf að yfirstíga þá ef að það er hindrunin að ég fer nú ekki að spurja hana Guðrúnu Bergmann hvernig ég á að vera ung á öllum aldri, ég ætla ekki að fara að trufla hana, þessi hugsun sem er svo algeng. Já, þannig konur í rauninni, sko, vegna þess að ef maður horfir á konur sem hóp, að þá eiga þær kannski miklu fleiri vinkonur heldur en mennirnir og eitthvað þess að eru þær þá bara feimnar að biðja aðstoð? Ég heyri það oft. Já, ég vil ekki trufla, ég þekki það hér sjálf mér, sko. Já. Og það er svona, þú ert jafnvel í saumaklúbb og þú ert með saumaklúbb yfir og það eru með þér stelpur sem eru, sko, þvílíkt flotta stelpur með þvílíka flotta menntun og reynslu og allt. Já. En þú ætlar ekki að trufla þér. Það sé meira það. Heldur að þessi út af því bara svona að við sem konur við hittumst á öðrum grundvelli heldur en kallarnir að því að við fyrum ofta að tala um heimilið og reksturinn og börnin og eitthvað þess en þeir fara að tala um businessin. Er þetta ekki líka fyrirmyndirnar okkar? Jú, sjálfsög. Já. Og vaninn. Já. Ef að ég finn alveg fyrir því, ég er í hóp kvenna sem eru til dæmis okkar markmið í okkar hóp er fjárfestingar. Já. Og það er svona kannski frekar óvenjulegur hópur, kvennahópur. Og þar finnst okkur æðislegt að vera bara til að tala um fjárfestingar. Já. En þannig að það er leyfilegt inn í þessum hóp að tala um fjárfestingar. Og ég held að það sé kannski pínulítið það sem að verður einhvern megin að vana. Og þá þarf einhver að taka af skarið og brjóta upp vana. Og brjóta ísinn, já. Þetta er ekkert annað. Nei, ég hef oft velt fyrir mér sko líka af því að ég náttúrulega sjálf svo vön því að setja mér markmið. Hvernig er líf án markmiða hjá fólki? Getur ímyndað vera? Nei, eiginlega ekki. En kannski, þú veist, er fólk að setja sér markmið án þess að gera sér grein fyrir því eins og til þess bara þegar það segir eitthvað. Þú komið nýjan bíl eða ég ætla að, þú veist. Já. Þú ert alveg klárlega að gera það og einhvern meginn þá finnst mér honum líka ofta þegar að þegar við erum kannski treg til þess að segja eitthvað svona að þá er það ofta tíðum vegna þess að kannski undir meðvitundin okkar veit að ef við segjum þetta þá gerum við það
Já, þú meinar það, við viljum ekki lofa of miklu fyrir okkur sjálf. Það svo skrítið með okkur, já, þetta svo skrítið með okkur. Já, þetta verið að gera með svona bara innri persónu. Já. Þá þurfum við að fara að standa okkur. Þá þurfum við að fara að standa, já, ég búin að segja, ég ætla að gera þetta og hvað heldur þá fólk það? En svo hafa sumir talað það, sko, ef þú situr einhver svona markmið, þá eigir bara geima þú að hafa þið fyrir þig. Og svo aðrir með þá stefnu að kenna að þú endilega deilað með einhverjum öðrum til þess að hafa stuðningin frá þeim sama. Hvor leiðinu til dæmis notar þú? Ég myndi einfallega spyrja viðkomandi hvor leiðina hentar þér. Já, ég skil. Vegna þess að það þarna, við erum misjöfn eins og við erum mörg. Já. Og fyrir suma þá þetta til dæmis að einmitt þú sem þú segir, skrifa niður markmiðin. Það jafnir til heilmikil fræði í Feng Shui hvar þú ert að sitja þau eftir því í herberginu þínu og svona eitthvað. Þannig að það til alls konar fræði það. Ef þú vilt bara hafa þetta fyrir þig, notaðu þess aðferð eins og vorum að tala áðan, þetta með að skrifa í fyrstu persónu, eins og þú sért komið þangað, notaðu aðferðina að þú sjáir það fyrir þig, þú getur þess vegna sagt, fyrir þennan tíma, eins og segjum til dæmis bara fyrir 1. mars ætla ég að vera búin að stofna sparireikning og leggja inn 5.000 krónur á mánuði fyrir fjölskylduferð eða sem sagt, þannig að ég ætla að byrja að spara eða þannig að þú ert búin að setja eitthvað svona ákveðin svona deadline hjá þér. Þrep sem þú þrep sem þú ætlar að, og þá ætlar að horfa á þennan hlut að verða að einhverju meiru. Og ef að þetta það sem hendar þér og þið líður vel með að byrja á því þannig, gerðu það. Ef að hins vegar þið finnst að þú ert þannig manneska einfallega að þú þarft aldrei að deila með öðrum til þess að bæði svona, finna það hérna með sjálfröðu eftir því sem oftar sem þú segir þetta upp átt, þá ertu svona aldrei að segja þetta líka staðfesta við sjálfa þig. Og þér finnst þetta að vera svona þín aðferð til þess að halda sjálfur þér á máttunni og ná þessu, fara að það, þá gerir þið það. Já. Ég held að sko það til dæmis svona ýmismarkmið eins og þegar fólk að tala um að hætta reykja eða eitthvað annað svona heilsufarslega séð, að það vill helst ekki segja frá því út af því að það hrætt við að geta ekki staðið við það. Þannig að kannski á vissan hátt óttinn þá að standa í vegi fyrir því að við séum á árangri því sem okkur langar til að gera. Algjörlega. Þetta nefnilega, þú komst með alltaf góðan punkt hana. Ég held að þetta sé nefnilega nákvæmlega, sko, sumir þeir tala að við séum hrædd við að mistakast. Það er einn svona liðurinn í þessu. En svo þegar við stöndum frammi fyrir stóran hlutum í lífinu og við reglulega þurfum á okkur sjálfum að halda, þá finnum við ótrúlega mannesku að henni. Og við finnum hversu svakalega sterk við getum verið og hvað við getum tekist á við og það kannski ákveðin ótti þar við hversu sterk við erum og þetta er svona dálítið yin-yang. Ég held líka að sko allavega mín reynslega svo maður þarf að gera sig grein fyrir þú veist að þegar maður einhvern veginn svona vex og heldur áfram að vaxa að þá hætti maður að geta falið sig hérna niðri þú veist og þannig maður það maður að fatta að það eru margir hluti sem breytast eftir sem maður vex og láta þá fylgja með í því sem maður að gera til þess að Mér finnst þetta mjög góður punktur hjá þér. Árangri sko. Þegar við einmitt þú segir, þegar við erum að vaksa og við erum að taka þessi skref og þegar finnst við vera kannski berskjöldu því ég oft horfi á svo bara fólk í pólitík eða fólk sem mikið svona opinbert og fær á sig alls konar plameringar að þessi, og við þurfum þess öll, við þurfum að vera tengd við okkar persónulega lífsgildi. Við þurfum að vita hvað það sem skiptir okkur í raun og veru máli í lífinu. Fyrir hverju stend ég? Hvað það sem að ég hef fram að færa? Og þegar við erum dálítið með þessa hluti á hreinu og við heiðrum okkar eigin gildi, þá verður það einfaldara þegar við erum að fara þarna upp af því við vitum, ég að þessu út af þessu. Og það hefur með bara okkur sem persónur og í raun og veru það sem að við erum svo dásamlega misjöfn að þar kemur nákvæmlega inn í að bæði það að við eigum að nýta krafta okkar og þessa mismunandi krafta okkar og virða þá.
En nú ætlar þú að hjálpa þeim sem eru að horfa á þáttinn aðeins í sambandi við markmiðin sín með því að gefa þeim svona PDF-skjal sem að hægt að finna inn á síðunni ungaöllumaldri.is en þar ertu með svona tillögur að hvernig fólk á að setja sér markmið og þar ertu að tala nokkur mismunandi svið. Já, það einmitt tekið fyrir hluti eins og bara bæði allt árið. Já. Að skrifa niður bara draumasýnina fyrir árið 2013. Já. Ásamt því að skoða einmitt heilsuna, vinnuna eða fyrirtæki eða ert í fyrirtækjarekstri. Já. Hvað vil ég sjá gerast þarna hjá mér á þessum sviðum. Já. Og þá einmitt kannski kemur svona smá tillögur eða það að segja kannski hugmyndir. Já. Bara svona hugmyndir. Þá getur einmitt sagt þetta fyrir þennan tíma vil ég vera að koma með þetta. Já. Og síðan raun og veru gef ég tækifæri á því að geta skrifa niður ég gerði það þennan dag. Já. En þetta er svona eins og box, haka við. Já. Og að eiga þetta þessar litlitur, svona eins og lítir rafbóka eins og það heitir í rauninu dag, að eiga þetta, prenta hann út og hafa gaman á því að fylla hann út hvort sem múlt gera þetta í einrúmi eða í hópi með einhverjum öðrum en í lok ársins að þá einmitt að skoða líka eins og þú talaði á hana sem þið gerðu hana sjá hvað gerðist og hætta í raun og veru ég ætla ekki að segja hætta heldur halda áfram og þegar maður stoppar að muna að það til hellingur af fólki sem að bara þráir að fá að hjálpa þér áfram. Já, það yndislegt. Takk að kærlega fyrir komuna og þið getur farið inn á síðan ungaöllumaldri.is til þess að finna þetta skjal frá Rúnu Magnúsdóttur til þess að setja ykkur ykkar eigin markmið. Takk fyrir.